Nú á dögunum hófst markaður á Þórsplanni og bak við hugmyndina stóð Gunnar Axelsson, bæjarfulltrúi. Við úr fjölmiðlahópnum mældum okkur mót við hann niðri á Þórsplanni og við fengum að spyrja hann fáeinna spurninga þennan markað. Ég heiti Gunnar og ég er kominn með Gunnar Axel, bæjarfulltrúa. Og ég ætla að ræða við hann markaðinn sem er fyrir bak við okkur. Hver er grundvallar hugmyndin að baki markaðsins? Hugmyndin er náttúrulega bara svo að skapa meira líf í miðbænum. Svo þið sjáðu, hér íðar alltaf lífi, eða allavega verður vonandi þannig. En það hafa svo sem margir komið að máli við bæinn og haft áhuga á að setja upp einhvers konar markað. En hann hefur ekki orðið að veruleika þar til nú, að við tókum ákvörðun að taka bara skarið og bjóða bæjarbúum upp á frí afnot af húsum til að byrja með allavega í tilraunaskyni og sjá hvernig þetta gengur. Og svo bara sjá hvort að Hafnfirðingar fjölmenninga staðinn og gerir góð kaup hjá hinum og þessum aðilum. Hvaða þýðingu hefur virkt mannlíf fyrir kaupstað eins og Hafnarfjörð? Það skiptir auðvitað öllu máli fyrir sveitarfélagið eins og Hafnarfjörð að það sé einhver miðpunktur þar sem er mikið líf. En lífið skapar náttúrulega fólkið og við getum ekki búið til líf, við getum ekki búið til eitthvað sýndarveruleika. Og það er svo sem sýnt sig að leið og sólin fer að skína þá fyllist miðbærinn af fólki og því miður höfum við ekki tök á að stjórna veðrinu en við getum búið til svona hluti, við getum sett á stofn útimarkað og jólaþorp og slíka viðburði sem að kannski ýta undir það að fólk sæki í bæinn. En þetta skiptir rosalega miklu máli bara upp á lífsgæði bæjarbúa að það sé eitthvað svona stað þar sem fólk getur komið saman og liðið vel á. Þarna ætlaði að hafa þetta árlegan viðburð? Já, ég vona það. Þetta sé upphafið af einhverju meira. Þetta er eins og ég sagði áðan, þetta er bara sett upp í tilraunaskyni. En það veltur náttúrulega bæði á þátttöku bæjarbúa, hvort að þeir mæta á staðinn og þátttöku þeirra sem ætla að selja á markaðnum. Hvort að markaðurinn verður vinsæll eða ekki. En að sjálfsögðu þá setjum við þetta upp á næsta ári aftur og aftur, þangað til Hafnfirðingar mæta. Kostar eitthvað að leigja básina? Nei, allavega ekki til að byrja með. Við ákváðum til þess að koma að þessa stað að bjóða bara þeim sem vildu upp á fría aðstöðu. En Hafnarfjarðarbær greiðir kostnaðinn við markaðinn, allavega enn sem komið er. Ég veit ekki hvernig það verður í framtíðinni. Hvaða tilgangi gegnir þessi markaður? Já, eins og ég sagði að markaðurinn náttúrulega þjónar þeim tilgangi að auka bara við líf og skemmtun í miðbænum. Og auðvitað líka veita fólki aðstöðu til þess að selja vörur sínar. Það er ótrúlega mikil gróska í fólki í dag og margir sem hafa nægan tíma eru kannski ekki með atvinnu en eru kannski að dútla eitthvað heima, föndra og búa til hluti sem þarf að koma á markað og hér er markaðurinn. Þannig að hann þjónar kannski þessu tvennum tilgangi. Það er annars vegar að veita fólki aðstöðu til þess að selja vörurnar sínar og ekki síður að búa til skemmtilegt umhverfi og líf í miðbænum. Hver sér skipulag og framkvæmdir? Skipulagið er í samvinnu menningar- og ferðamálafulltrúa og vinnuskólans, ITH. Þannig að þau halda utan þetta saman. Það er skrifstofa menningar og ferðamála sem hefur svona yfir umsjón með verkefninu. En auðvitað koma fjölmargir að því, framkvæmdasvið og fleiri og svo auðvitað vinnuskólinn sem kemur að þeim virkum hætti líka. Þá er þetta bara komið. Er eitthvað sem vilt bæta við? Nei, bara meiri sól, bara gaman. Takk fyrir þetta.
Má ég bara byrja? Hörru, við erum tilbúinir. Já, já. Hörru, hver er grundvallar hugmyndin að baki markaðsins? Já, ok. Er það sniðugt eða? Já, það er bara, ég heiti, Gunnar og er með Gunnar Axel. Gunnar, bara, ég heiti Öðrum Gunnar Gunnari. og með Gunnar. Hörru, ég heiti Gunnar og ég er hérna komið með Gunnar Axel, bæjarfulltrúa. Og ég ætla að ræða við hann markaðinn sem er hérna fyrir baka okkur. Hver er grundvallar hugmyndin að baki markaðsins? Já, hugmyndin er náttúrulega bara svo að skapa meira líf í miðbænum. Svo þið sjáðu, hér er íðar alltaf lífi, eða allavega verður vonandi þannig. En það hafa svo sem sko margir komið að máli við bæinn og haft áhuga á að setja upp einhvers konar markað. En hann hefur ekki orðið að veruleika þar til nú, að við tókum ákvörðun að taka bara skarið og bjóða bæjarbúum upp á frí afnot af húsum til að byrja með allavega í tilraunaskyni og sjá hvernig þetta gengur. Og svo bara sjá hvort að Hafnfirðingar fjölmenninga staðinn og gerir góð kaup hjá hinum og þessum aðilum. Hvaða þýðingu hefur virkt mannlíf fyrir kaupstað eins og Hafnarfjörð? Skiptir auðvitað öllu máli fyrir sveitafélaginu eins og Hafnarfjörð að það sé einhver miðpunktur þar sem er mikið líf. En lífið skapar náttúrulega fólkið og við getum ekki búið til líf, við getum ekki búið til eitthvað sýndarveruleika og það er svo sem sýnt sig að leið og sólin fer að skína þá fyllist miðbærinn af fólki og því miður höfum við ekki tök á að stjórna veðrinu en við getum búið til svona hluti, við getum sett á stofn útimarkað og jólaþorp og slíka viðburði sem að kannski ýta undir það að fólk sæki í bæinn. En þetta skiptir rosalega miklu máli bara upp á lífsgæði